Takk fyrir og góðan daginn. Ég ætla að byrja á því að skilgreina örtækni lauslega. Það má líta á hugtæki sem samheiti yfir fjölmargar aðferðir við greiningar og vinnslu á efnum þar sem að sameiginlegt einkenni eru stærðir á bilinu 1 til 100 nanómetrar. Og örtæknin hún nýtir sérstaka eiginleika sem að koma fram í byggingareiningum á örskala og því að það er þannig að byggingareiningar sem að hafa sömu efnasamsetningu en eru ólíkar að stærð og lögun, þær geta haft mjög ólíka eðliseiginleika og það er þetta sem er nýtt í örtækni afurðum. Þær örtæknin er notuð á mörgum sviðum, það má nefna orkutækni, umhverfistækni, upplýsingatækni og heilbrigðistækni. Á Nýsköpunarmiðstöð er mjög góð aðstaða til greininga á nanóstærðum og það má nefna rafeindarsmásjá og tilheyrandi sýnagerðarbúnað. Við erum með ágætis aðstöðu til yfirborðsgreininga, til dæmis AFM-tæki eða kraftsjá svokallaða. Við erum með yfirborðs- og horrýndargreini fyrir duftefni og síðan erum við með öflugt röntgensneiðmyndatæki, svokallaðan nanotóm. Hérna er yfirlit yfir, eru dæmi nokkur verkefni á sviði örtækni sem að Nýsköpunarmiðstöð hefur tekið þátt í. Blöndun á kísilóxíð-dufti í gúmmí bætir gæði dekkja og minnkar viðnám. Leirögnum í plasti er ætlað að auka þéttleika vatnsföra og hindra það að aðskotaefni komist inn í vatnið. Og myndin til hægri að neðan er rafeindarsmásjármynd af einmitt leirögnum eða leirflögum í plastmassa. Og ef við rýnum í myndina þá má sjá að þetta eru svona flögur af þykkt frá 10 og upp í 100 nanómetra. Framleiðsla á kalsíumsílikati hefur verið þróuð og til notkunar sem einangrunarefni og þessir fallegu hnoðrar til vinstri, á rafeindarsmásjármyndinni til vinstri, þeir eru einmitt gerðir úr, eða samsettir úr svona örfínum kalsíumsílikat þráðum. Nú síðan höfum við tekið þátt í mörgum verkefnum á sviði þar sem örtækni og heilsutækni tvinnast saman og mörg þessara, flest þessara verkefna höfum við gert í samstarfi við Genís og Jóhannes hérna sem kemur á eftir mér, hann einmitt er framkvæmdastjóri Genís. Þessi verkefni hafa til dæmis gengið út á þróun á kítósanhúðum á títan til að bæta festu ígrælinga í beini. Og myndirnar til hægri eru einmitt úr kraftsjánni okkar og sjáum á neðri myndinni kítósanhúð á frumuræktarplasti og þarna erum við að horfa á mjög fínt landslag vegna þess að hæðamunurinn á milli hæsta og lægsta punkts er það bil 20 nanómetrar. Við höfum tekið þátt í þróun á kalsíum-fosfat-kítósan nanokomposítum sem að nýtast síðan sem beingræðsluefni. Og síðan hefur röntgensneiðmyndatækið okkar nýst mjög vel til að skoða sýni úr dýratilraunum. Jóhannes. Já, góðu fundargestir. Ég ætla að taka við keflinu af Gissuri og fjalla þessum grautinn hana. Þessi grautur er samsettur úr kalsíumfosfötum af ýmsum gerðum og pínu litlu af kítósanafleiðu eða kítinafleiðu úr rækjuskel. Og það er það sem er virkaefnið. Við höfum í samstarfi við fjölmarga hér í Reykjavík þróað þetta beinfylliefni og við byrjum á því að þróa aðferð í rottukjálka þar sem við boruðum gat og veiktum kjálkan svolítið og til þess að finna út bestu samsetningarnar. Og þið sjáu hérna þessum tveim myndum, þarna hægra megin er kontról-kjálki og vinstra megin er kjálki með þessu beinfylliefni og þið sjáu það að það verður þykknun þarna sem við getum mælt og við getum magngreint áhrifin af efnunum sem við erum að framleiða. Síðan þegar við erum búin að þróa þetta beinfylliefni og það prófum við það í sköflungsbeini í kind upp við hnjáliðin þar sem við boruðum 8 mm gat inn í liðin eða inn í beinið og fylltum með þessu efni og hér sjáum við þessa tækni sem að Gissur var að tala um, þessa sneiðmyndatækni sem er mjög mikill á hárri upplausn þar sem við getum skoðað sýnið frá öllum hliðum, gert þverskurð
og síðan tekið sýnið og tekið smásjármyndasýni og borið saman hvað við sjáum í þessum tveimur mismunandi gerðum af greiningum. Og hér, ég ætla að segja ykkur að hér er guli ramminn, það er ramminn sem ég fókusera inn á í næstu myndum. Og hér sjáum við hvernig við getum framleitt efni sem að býður beinvefnum upp á það að grófa inn í efnið án þess að mynda nokkurn örvef, án þess að mynda nokkra bólgu. Og hér sjáum við á myndinni hérna lengst til vinstri neðst, hér sjáum við röð af beinmyndandi frumum sem eru hér fyrir ofan nýja beinið sem er þetta hérna og þetta hérna er ígræðsluefnið. Og það sem er að gerast, það er það að ígræðsluefnið er að minnka og það er að hverfa og í staðinn kemur nýtt og fullþroskað bein. Við bárum þetta saman við það efni sem er á markaði og talið vera besta markaði og ég get bara sagt að niðurstöðurnar voru eins og svart og hvítt meðan okkar efni bauð frumunum upp á að vaxa svona inn í efnið og mynda svo kallaðar frauðbein inn í efninu þar sem að nýr mergur verður til, nýr blóðmyndandi vefur og nýtt bein, að þá var í efni samkeppnisaðilans þá myndaðist bara örvefur og viðbrögð sem eru sem sagt til vísbendingar það að líkaminn sé að hafna efninu. Hér er bara listi við þá sem við höfum starfað með. Hér í vinstra megin listi hér á íslenskum aðilum sem við starfað með erlendum háskólum og þarna eru styrkirnir sem við höfum notið góðs af og hér er mynd af þessu umhverfi sem við erum að reyna að bjóða frumunum upp á í þessu ígræðsluefni. Takk fyrir.